Takk. Og komið sæl. Ég ætla að segja ykkur frá hvernig þið getið nota HTML5 og HTTP til þess að auka öryggi vefjanna ykkar. Og hvað felst í því? Í fyrsta lagi þá getum við skoðað hvaða upplýsingar við erum að veita í gegnum þessa staðla, óþarfa jafnvel viðkvæmar upplýsingar innviði vefjanna okkar og hvernig við tökum stjórn á þeim. Það snýst líka hvaða stýringar við getum nýtt úr stöðlunum til þess að auka öryggi á vefjunum. Þessi mál kannski ein og sér skipta ekkert öllu fyrir öryggi vefja, en þau skipta samt máli. Fólki yfirsést oft þessi mál, en þau styðja mjög vel við örygga hönnun og forritun vefja. Og við erum að sjá það núna að vafrar í auknum mæli eru farnir að refsa vefjum sem ekki með öryggismálin í lagi. Ef þú opnar vef yfir öryggatengingu og hann sækir kannski mynd yfir HTTP, þá merkir vafrinn alla síðuna sem ekki nógu örygga. Bráðum sjáum við líka að vafrar munu vara notendur við að gefa ekki upp lykilorð á óöruggum vefjum. Þannig að þessi atriði skipta máli og koma til með að skipta meira máli í framtíðinni. Ég nefndi upplýsingagjöfina og af hverju skiptir hún máli? Í mínu starfi þá ger ég oft öryggisrýni eða prófanir á vefjum og það fyrsta sem maður gerir alltaf þegar maður byrjar á því er að kanna umfang vefsins. Athuga í hvaða tækni hann er skrifaður, á hvaða vefþjóna hann keyrir og svo framvegis. Og allt þetta hjálpar manni til þess að velja svona næsta atriði til að skoða, hvað er líklegustu atriðin til að vera í ólagi. Og þessar upplýsingar sem við getum verið að veita óafvitandi með HTTP eru upplýsingar til dæmis vefþjóna, gerð, útgáfunúmer, stýrikerfi, en líka í hvaða forritunarmáli vefurinn er skrifaður, hvaða framework er notað. Óbeint eða beint er líka hægt að sjá hvaða annar búnaður, netbúnaður og annan hugbúnaður er notaður, proxy þjónar, load balancerar, caching þjónar og margt fleira. Til að sýna þetta með dæmi sem ég tók af íslenskum vef. Þetta er HTTP hausar, það er svona eins og lýsigögn á öllum skeytum sem fara fram og tilbaka á vefsíðum. Og þarna sjáum við strax ýmislegt. Bara með að skoða þessa hausa, þá get ég séð að þessi vefur er skrifaður í ASP.NET útgáfa 4.0. Hann keyrir á ASP.NET MVC útgáfa 2.0. Vefþjónninn er IIS 6.0 og ég veit að sá vefþjónn keyrir á Windows Server 2003. Nú, þarna er ég strax komið með alveg helling sem ég get nýtt mér. Ég get farið og leitað hvaða þekktir veikleikar eru til í IIS 6.0 og gengið bara lagið og keyrt það á móti vefnum. Ef að það hefur gleymst að setja inn einhvern patch, þá get ég verið búin að taka vefþjóninn yfir. Nú, þó að það sé búið að setja inn alla patcha, þá kannski get ég bara punktað hjá mér. Ok, þarna er þessi vefþjónn IIS 6.0 og ég fylgist með ef að koma fréttir nýja veikleika í honum, þá er ég þarna að koma með skotmark. Og í þessu tilfelli þá er IIS 6.0 og Windows Server 2003 orðinn úreldur hugbúnaður, fá ekki lengur uppfærslur, þannig að ef það kynnst nýr veikleiki, þá er leiðin greið. En HTTP er ekki bara uppspretta óþarfa upplýsinga. Ég kannski nefna eitt í viðbót. Þessar upplýsingar þarna, það sjást aldrei í vefrum, það eru aldrei sýnilega notendum, vefurinn sjálfur notar það ekki á neinn hátt, þannig að hvers vegna eru við að senda þessar upplýsingar. Það er engin ástæða fyrir því. En HTTP inniheldur ekki bara einhver slæmar upplýsingar,
Það líka ýmislegt sem við getum nýtt úr staðlinum til þess að treysta öryggi vefjana. Við getum til dæmis nota HTTP Strict Transport Security til þess að segja vefrum að vefurinn okkar aðgengilegur með HTTPS, öryggri tengingu, þá aldrei að tala neitt annað við hann. Ef það kemur inn hlekkur eða beiðni HTTP, þá myndi vefurinn bara sjálfkrafa breyta því HTTPS. Þetta lokar á svokallaða SSL stripping árás sem leið til þess að ráðast á vefi sem eru annars dulkóðaðir og þetta eina leiðin til að verjast henni. Önnur ástæðun kallast HTTP Public Key Pinning. Hún gengur ennþá lengra. Hún bókstaflega segir vefranum að lénið eigi að vera límt við ákveðin skilríki og hann ekki að samþykkja nein önnur. En það kannski eitthvað sem hentar frekar stærstu síðum netsins og minna kannski þeim síðum sem við dílum við frá degi til dags. En bæði þessi atriði mjög mikilvægt að kanna vel og skoða áður en þau eru innleidd af því að þau hafa möguleikan eða gerð mistök að læsa notendur úti frá vefsíðunum og það kannski sérstaklega ástæðan fyrir því að ég myndi ekki mæla með HPKP fyrir flesta vefi. Í HTTP líka sendar upplýsingar kökur eða cookies og þær geyma yfirleitt ýmsar upplýsingar notandann og lotu hans á vefsíðunum, session IDs til dæmis og í grunninn eru þær alveg hæfilega óöryggar og voru kannski ekki hannaðar beint með þetta í huga en í gegnum árin hafa bæst við svona alls konar plástrar á þær sem hægt að nota til þess að gera þær betri. Með því setja HTTP only flaggið á köku þá erum við að segja að hún megi ekki vera lesin með JavaScript. Það þýðir ef við myndum lenda í að það væri cross-site scripting veikleiki á síðun okkar, þá er ekki hægt að nota hann til þess að yfirtaka lotu hjá notanda. Secure flaggið segir að kakan sé sett með HTTPS og eigi ekki að senda nema yfir þannig tengingu, ekki ótilgóðað. Svo að koma inn tvær nýjar ástæðanir, same site parameterinn sem svona ákveðin vörn gegn cross-site request forgery og það sem kallað cookie prefix sem svona forskeyti á nafn kökunar. Og vafrar sem styðja þetta, þegar þeir sjá svona köku þá hafa þeir fullvissu fyrir því að hún hafi verið sett með öruggum hætti. Það ekki hægt að plata vafran til þess að setja svona köku sem annars mögulegt undir ákveðnum kringumstæðum. Önnur ástæðan í HTTP svokölluð Content Security Policy. Það gríðarlega öflugt tól. Þetta sett af leikreglum hvað má og hvað má ekki á vefsíðum. Hvernig gögn ætlar vefsíðan að birta, hvernig má sækja þau og svo framvegis. Þetta hugsað meðal annars vörn gegn cross-site scripting, innspýtingu á HTML og þetta mjög víðtækt en mér finnst eiginlega best bara sýna dæmi til þess að sýna hvað möguleikana sem við höfum með þessu tóli. GitHub senda þessa policy frá sér og þeir sennilega sú síða á netinu sem komnir lengst í innleiðingu á þessu. Þeir byrjaði að segja að defaultið að það ekkert leyft af síðunni, það allt bannað nema það sé sérstaklega leyft með öðrum skipunum hér á eftir. Þeir ætla að nota sem basa þeirra relatífi url á síðunni, síðuheiti sjálft. Síðan hjá þeim alltaf sendið HTTPS og með skipunni block all mixed content þá loka þeir á að það sé eitthvað annað hlaðið upp með óöruggum hætti. Child source þýðir að ef þeir ætla að setja iframe á síðuna sína eða nota webworkers, þá munu þeir vísa á þetta lén og engin önnur. Ef þeir ætla að tengjast með Ajax-tengingu eða WebSockets eða nýja fetch staðlinn, þá
segir Connect Source hvaða lénum þau mega tengjast. Font Source segir hvaðan þeir ætla að sækja webfonta. Form Action segir hvaða lén muni taka við HTML formum sem submittað frá síðunni. Frame Ancestors, það segir til hvaða lén mega setja GitHub inn í iframe og birta á öðrum síðum. Og það er mjög einfalt, það má enginn gera það. Image Source segir hvaðan GitHub sækir myndir. Media Source none þýðir að þeir munu aldrei birta HTML vídeó eða audio á síðunni. Allar JavaScriptur eru sóttar frá einu ákveðnu undirléni. Stylesheet líka, en að auki leyfa þeir inline stíla og svona eins og nafnið á skipunum bendir til unsafe inline, þá er það ekki mjög gott og þetta er eiginlega eina sem er hægt að finna að policyinu hjá GitHub að þeir skuli leyfa þetta. En CSP er ekki mikið notað ennþá þó að notkunin fari ört vaxandi og ástæðan er sú að það er flókið að innleiða CSP. Það er erfitt að finna reglur sem trufla ekki virkni. Það tók til dæmis GitHub 4 ár að ítra sig að reglunni hérna undan, en líka því þau þurftu að breyta vefnum sínum. Það er nefnilega flókið að bæta þessu við eftir á, sérstaklega fyrir stóra legacy vefi. Þetta er ekki óskeikul vörn, það hafa fundist gallar í henni og það hafa ýmsir vankantar sniðnir að henni í gegnum árin. Þessu nætti ekki að skoða þetta kannski sem einu vörnina við cross-site scripting, en þetta saman blandað við aðra varnir er mjög öflugt tól. Google hins vegar skoðaði þær pólisíur sem eru í notkun í dag og komst að því að 95% beita ófullnægjandi vörn. Þannig að þetta er vissulega flókið. Og að lokum þá er misjafn stuðningur í öðrum við kannski sérstaklega nýjustu skipanir í Content Security Policy, en dæmið frá GitHub til dæmis er eitthvað sem að 95% eða meira af öðrum styðja. Það eru fleiri ráðstafanir í HTTP sem er hægt að nota til að auka öryggi, en ég ætla kannski ekki að fara nánar út í það. Heldur hoppið yfir HTML5 stýringarnar. Iframes er út allt. Meðal vefsíðan á netinu notar það bil 7 iframes. Sumar nota tugi af þeim. Það eru notaðar til þess að ramma inn innihald á öðrum síðum, til þess að birta auglýsingar, til þess að birta samfélagsmiðla plugins, en þegar við búum til iframe og setjum á síðun okkar, þá erum við að veita síðunni sem við hlöðum upp í rammanum mikil völd. Hún getur keyrt JavaScript, hún getur opnað pop-up-glugga, hún getur flutt okkur á nýja síðu. Við getum hins vegar tekið stjórn á þessu með því að nota sandbox-attributið. Ef við setjum iframe svona í sandkassa, þá erum við búin að loka á allt sem ég nefndi. Þá endum við auðvitað með síðu inn í iframe sem er kannski verulega bækluð og gerir ekki það sem við viljum. En þá getum við slakað á sandboxinu með að setja sandbox jafnt og allow scripts ef við viljum leyfa JavaScript og bætt við þeim réttindum sem þarf. Margir vefir í dag nota skýjalausnir og Content Delivery Network til þess að hlaða upp JavaScriptum og stylesheetum. Það getur bætt performance, getur spara bandbreidd og þetta er notað mjög víða. En gallinn er að þarna erum við að sækja gögn frá þjónum sem við treystum kannski ekki eða ættum ekki að treysta og keyra á vefsíðun okkar. Og hvað gerist ef að skrárnar breytast í skýinu? Hvað gerist ef einhver brýst inn á skýja hýsingaraðalann og breytir skránni, kemur fyrir spillikóða? Eða hvað gerist ef að hann er bara ekki aðgengilegur? Eða kemur ný útgáfa og við sem við bjuggumst ekki við? Allt þetta getur brotið síðun okkar eða verið öryggisveikleiki. En það er leið
til að verjast þessu. Við getum sagt með því að nýta okkur það sem kallast sub-resource integrity. Getum við sett integrity attribute á tauginn og sagt þá vafranum við hverju það ná að búast. Þetta virkar þá þannig að þegar vafri sér svona tag með þessu attribúti, þá sækir hann skrána úr skýinu og hann reiknar út hakkagildi af henni og ber saman við gildið sem inn í taginu. Ef að það passar ekki, þá hendir hann skráni. En það kannski ekki samt alveg það sem við viljum, út af því að við ætlum að sækja jQuery með þessum hætti og jQuery-libraryn bara hent, þá síðan okkar örugglega brotin. Þannig það var mikilvægt að vera með eitthvað svona fallback, að detekta hvort að jQuery hafi verið hlaðið upp eins og þessi skriftubútur þarna gerir og vísa þá á aðrit af skráni sem við geymum locally hjá okkur. Hlekkir eins og þessi hérna út allt á netinu. Þau virka voðalega saklausir. Þetta sem með target jafnt og blank attribute. Svona hlekkur virka þannig að þú smellir á hann, þá opnast síðan sem hún vísar á í nýjum glugga eða nýjum flipa. En það ekki alveg hættulaust því að síðan sem opnast með þeim hætti, hún hefur vísun á síðuna sem opnaði hana og getur að vissu leyti stjórnað henni. Til að sýna hennar smá dæmi hvernig þetta virkar hjá skattinum. Þeir eru með þjónustu síðuna sína sem inniheldur svona hlekk. Þegar smelt á hann þá opnast síða í nýjum glugga eða flipa. Þessi síða sem opnaðist, hún vísar líka á skattinn, þannig að það í sjálfu sér ekki hættulegt. En það sem gerist það að ég held áfram að vafra í glugganum sem opnaðist, þá helst þessi tenging við síðuna sem innihélt hlekkinn. Þannig að ef ég enda á því að fara inn á einhvern allt annan stað á netinu, einhvern stað sem inniheldur spillikóða, þá gæti hann vísa upphalaða glugganum mínum yfir á phishing síðu sem ég bjó til og merkti hann með hauskúpu, þið sjáu það birtast eftir. Ef ég hefði ekki haft kannski glugganum hlið við hlið, þá hefði ekki endilega tekið eftir því að þetta gerðist. Þannig að ef ég færi svo tilbaka og ætlaði að skrá mín á skattinn, þá gæti ég verið að senda allt óviðkomandi aðila notandanafnið mitt og lykilorðið. Það mjög auðveld leið til að verjast þessu. Ef við setjum rel jafnt og no opener náður í förur á hlekkinn, þá virkar þetta ekki. Og þetta brýtur ekki virkni hjá neinum vefjum, eiginlega engum vefjum. En ef þið hafið áhuga á því að skoða vefinn ykkar og athuga hvernig þeir standa og hvað hægt að gera til að bæta, þá mæli ég með því að þið skoðið ýmis tól á netinu, skannið vefinn ykkar og skoðið niðurstöðurnar. Ég bjó sjálfur til tólið websecurity.is sem gerir þetta. Mozilla með mjög svipað tól og það til fleiri tól á netinu, ég nefni þessi tvö að því þau eru bæði opin og ókeypis. Dæmið niðurstöður á síðunni minni, dæmið frá Mozilla. En það klárlega rými til úrbóta því að meðalskor topp 1000 síðuna internetsins á síðunni websecurity.is 18 af 100 og meðan hjá Mozilla þá fá 88% af skonniðum vefjum fallingun eða F. Og ég tók svo tólið mitt og notaði til þess að skanna vinsælustu vefi landsins að viðbættum svona öryggislega mikilvægum vefjum eins og netbankana, greiðslugáttir, þjónustusíður, tryggingafélaga og þannig. Bar saman við vinsælustu síðurnar á netinu. Komst að því að sumuleyti þá stöndum við bara mjög vel. Við erum almennt
dugleg að nota dulkóðun, þó að í sumum tilfellum þá eru við kannski ekki alveg að nota hana á réttan hátt eða mættum laga atriði í innleiðingunni. En samanborið við vinsælustu síðurnar á netinu sem ég sýni hérna með rauðu línunni, vinsælustu síðurnar eru vinstra megin og svo heldur þetta áfram út í þetta sem topp 100.000 vinsælustu síðurnar. Íslenska meðaltalið er merkt innan blárri línu og þarna sjáum við að við skorum bara mjög hátt. Það er bara allra vinsælustu síður netsins sem eru með þessi mál í betra standi en við svona meðaltali. Með HTML5 þá er kannski ástandið ekki jafn gott. Það er eiginlega enginn af þessum vefjum á Íslandi að nota þessi atriði sem ég nefndi, nema einn vefur, guide2iceland.is, hann er með target blank vörn, flott hjá þeim. En þetta er ekkert ólíkt því sem gerist á netinu. Þetta er ekki mikið notað nema hjá kannski topp 1000 vinsælustu síðunum. En þær eru komnar mjög langt á undan öðrum. Ef við skoðum HTTP, þá stöndum við ekki jafn vel. Það eru fáir sem hafa hugsað út í þetta, að fjarlægja þessar óþarfa upplýsingar sem við erum að veita. Og það er bara einn vefur af þessum vinsælustu sem að nota Content Security Policy, já.is, en policyn hjá þeim gerir eiginlega afskaplega lítið gagn, en vonandi eru þeir bara að byrja að nota þetta, þannig að mjög jákvætt myndi ég segja. Samanborið við erlenda vefi stöndum við illa og það spilar inn í að Microsoft og .NET staflinn er mjög vinsæll hjá okkur. Hann er mjög slæmur eins og dæmið sem ég sýndi með hvaða gögn hann sendir eða ekkert er gert til þess að slökkva á þeim. Og það þarf meira þess að fara flókna leið til þess að slökkva á þessu. Niðurstöðurnar, við þurfum að hugsa út í hvaða óþarfa upplýsingar við erum að senda, svo við séum nú ekki að hjálpa þeim sem vilja ráðast af okkur að gera það. Notum örugga tengingar, notum TLS, notum HSTS til þess að tryggja það að það séu alltaf notaðar. Skoðum fyrir vefina hvað af þessum HTTP og HTML5 stýringum geta hjálpað okkur að auka öryggið. Og síðast en ekki síst, fyrir þá sem eru að byggja framework og templates, það er sérstaklega mikilvægt að huga að þessum málum, byggja þessa atriði inn þannig að vefirnir okkar verði öryggir svona by default. Takk fyrir.